Fundarstjóri, dómarar, Nilli og góðir gestir. Ég er frekar ömurlegur gaur, ég skal viðurkenna það, en það breytir ekki þeirri staðreynd að Sunneva var einu sinni skinka. Fattar það enginn? Skoðum þessa setningu súrmjólk í hádeginu og breytum hann aðeins. Tökum K úr mjólk, U úr súr og sömuleiðis R úr súr og við blasir orðið kúr. Já, ég líka hissa. Kúr. Megrunarkúr. Og við veitum öll að súrmjólk er ekki eitthvað sem að maður í megrunarkúr borðar. Og hvað þá í hádeginu? En kæru vinir, kvölds og morgna sit ég einn heima og greiða mér hárið og stundum spila ég hengimann við ömmu mín. Ég hugsa orð og ég næ alltaf að gíska réttu stafina áður en aumingjakallinn deyr. Ég þurfi að hugsa samt amma mín orðið getnaðarvarnir og þá hættum við að spila. En ímyndum okkur að ég siti heima og er að spila hengimann við ömmu. Ég ákveði á setninguna súrmjólk í hádeginu. Þetta er náttúrulega rosalega erfitt fyrir ömmu að ná að bjarga veisluninskallinu frá hengunni. Af hverju? Jú, súrmjólk í hádeginu er svo langt og erfitt að gíska á alla stafina. Fundarstjóri, ég hef nefnilega mikið verið að velta fyrir mér orðinu súrmjólk. Ef maður tekur ellið úr og breytir S-inu í D, þá var þetta orðið súrdjó. Og hver getur verið með súrum djókum nema Sindri Ben, en það er ekki, hann er ekkert fyndinn. Og hvað er líka málið með hann Sindra Ben? Hann er búinn með allar heitu píurnar í svo skóla og hann hættir ekki. Hann er rosaleg dýpa og kór legend, ekki amalegt það. Eða hvað? Sindri, ég nefnilega googlaði. Og það er alveg nett slæmt fyrir þig þar sem ég komst að því að þú ert búinn að ljúga uppröðum þinn alla þína skólagöngu í MH. Kæru gestir, Sindri Benediktsson er ekki allur þar sem hann er séður. Hann er nefnilega ekki til. Skulum ekki draga hann frekar fundarstjóri. Ég er hættur, hvað ég segi Bjartur? Hvað meirinu? Nei, sem er árinu. Ég er nefnilega listu. Fokka þér. Hjalti, það eru 365 hádegi á ári. Pæti hvað það eru margar súrmjólkir. Hjalti talaði súrmjólkan sem hann alltaf fá sem einhverju heitri píu. Bjartsýn. Sindri, ég trú ekki að þú hefði gefið aumingjabarninu súrmjólk. Hver sér sveltandi barn og gefur þér súrmjólk? Hjalti, ef þú ætlar að vera með súrmjólk, þá var að hella henni niður og það varst með henni. Hjalti, þegið. Hjalti talaði illa chicken place. Hjalti, Jói Fer býr í Kópavoginum. Fundarstjóri, kæru gestir, sorry hvað ég hreinskilinn, en þetta eru lokaorðin mín. Ég heiti Baldur Þormóðsson og ég er legend. Ég stend hér í kvöld og ég tala á móti súrmjólk í hádeginu. Af hverju? Jú, því ég er alltaf sofandi í hádeginu og ég mæti ekki til skóla. Hversu nett? Hvernig á ég að borða súrmjólk þegar ég er sofandi? Hugsa það. Fundarstjóri, siempre cuando estoy borracha quiero hablar español, entonces ahora estoy aquí, entonces quiero hablar español. Es muy claro. Já, og það er svona hljótið að sjá af hverju það er fáránlegt. Það verður með súrmjólk í hádeginu. Þið í alvörunni ekki hlut. Þetta er fáránlegt. Ekki bara það sem ég Hjalti sagði mannréttindabrot. Það er svo miklu meira. Tölum að þessum Martin. Hann býr út á landi. Hann er vinur minn. Martin þjást af magakvilla. Við komum að því seinar. Martin er svo fátækt. Það eina sem hann getur gert til að halda þessu lífi er að búa til sína eigin súrmjólk. Ef við komum aftur að magakvillanum, hann má aðeins borða 10 klukkutíma fyrir svefn og það er í hádeginu. Því að verður að vakna klukkan 7 og fara að kemja kindir brauð. Þess vegna er greið Martin það eina sem hann getur gert til þess að lifa af er að borða sína eigin súrmjólk og þeir eru á móti súrmjólk í hádeginu. Þetta er ekki eitt dæmi, nei kæru gestir, það eru fjölmörg dæmi þetta. Ok, nú ætla ég að svara þér. Baldvin, mér langar bara að svara því að þú ert svo ógeðslega velur. Baldvin sagðist vera ömurlegur gaur. Rétt. Baldvin sagði allar gerðina sem Sindri verið búin með í MH verið heitar. Baldvin, það er bara að segja eitthvað heit. Baldvin notaði þessi rök því að súrmjólk í hádeginu væri vonda og hann væri ekki tilvalin fyrir meðvirkur. Baldvin, er þetta í alvörunni þín rök fyrir því að vera móti súrmjólk í hádeginu? Í fyrsta lagi þá er súrmjólk ekki fitandi og í öðru lagi ef þú ert móti öllu því sem snertir upp meðvirkur þá er að vera móti öllu því sem fyrir þér. Ok, gerð gaman að fara í Hagkaup. Ég er í Hagkaup, við höfum 2 vörur á boðstólnum. Hvort viltu músli eða selleri? Vá, geðvegt skemmtilegt tilvera. Baldvin, í öðru lagi þá er líka til létt súrmjólk fyrir ykkur sem eru í megrunarkúr. Sigurbjartur sagðist liðsstjóri. Ok. Baldvin, þú ert ekkert að ræða eitt getnaðarvarnir á ömmu þína við mig. Ég hef ríðið henni margoft í fucking rúskoti. Baldvin talaði að stafar uppfengið með að súrdjókur og súrmjólk. Sindri og að Sindri gæti verið súrdjók. Umræði er súrdjók, ekki súrdjók. Og umræði, ef
umræðinu verið heimsfyrir þá geti ég tekið bara úr orðinu og S-orðinu og sagt svo bara já ok, umræðinu er nauðganir og þú ert á fucking sorry hvað er hreinskilning en þetta er lokaorðið mín. Ég heiti Sunneva Sverris og sorry með mig en Baldvin ég feikaði það. Fundarstjóri, hérna fyrir framan ykkur sjáu þið hið raunverulega andlit súrmjólkarinnar. Leyfið mér að fræða ykkur aðeins það sem mjólkursamsalan segir ykkur ekki. Sjáu þið, það er lítill smábær rétt vinstri við Mývatn sem nefnist Akur. Þar hafa verið gerð dularfull döðsföll seinastliðin 2 ár. Hljómar kannski undarlega nema hvað? Að tíðkækjum verið hefur orðið til að súrmjólka sér neitt á ákveðnum tíma dags alla daga, nánar tiltekið hádegi. Sjáðu til. Í hverjum 100 grömmum af súrmjólk eru 3,7 grömm kolvetni, 3,9 grömm fita, 140 mg kalsíum og 95 mg fosfór. Þetta stendur aftur á ferðinni, en sjáðu til, kæri vinir, þar sem MS og þá er rétt á saman stað sem hætti bakka og djamma setur ekki aftur á ferðina er dimmasta leyndarmál íslenskar mjólkursamsalar sögu og jafnframt það djöfullegasta! Í súrmjólk eru nefnilega ákveðnir mjólkurgerlar sem nefna Demonus in milk Satanus. Þessi mjólkurgerlar eru ekkert annað en djöfulegur nokkur Satans í áþreifanlegu formi. Og sé súrmjólkina neitt á ákveðnum tíma dags, þá dettur manneskjan kitt í flöt og deyr. Hádegi. Þið spyrjið ykkur eftir við af hverju þessi mjólkurgerlar sé í súrmjólkinni og af hverju súrmjólkgerlar mjólkursamsalan setur á orð. En þá þurfa að ferðast aftur til ársins 2007. Greppan skellur á stutt eftir og mjólkursamsalan er á barmi gjaldþrots. Þá birtist Karlski, formanni mjólkursamsalunar, aðalsinni H. Magnússyni í draumi og býður hann þann samning hann mun fá peningin til þess að bjarga fyrirtækinu sínu ef hann setur aðeins þessa mjólkurgerla í ákveðna mjólkurafurðir. Í örvæntingu sinni samþykkti aðalsinn samningin með því skilyrði að hann mætti setja gerlana í bragðverstu og ógeðslegustu mjólkurafurð sem hann hefði upp á að bjóða. Og samþykkti Karlski það. Kæru vinir, ég lýg ekki að ykkur. Nú vitið þið saman. Skinngefa, þú ert ekkert ógeðslega fyndin og full. Samt ekki svona skemmtilega full. Þetta er meira svona full. Og ég svipur þetta var ógeðslega. Kæru vinir, ekki láta blekkjast af djöfladyrkjunum og skinngjafum. Hlustið á mig og fylgið mér á vegi Guðs og réttlætis. Niður með Satan, niður með auðvaldi, inn við Berlíner! Ég er bara 5 ára og kenna á því bæ. Klukkan 7 á morgnan er mér dröslað niður í bæ. Enginn tekur eftir því þó heyrist lítið kveik. Því mamma er að vinna en orðin allt og seg. Súrmjólk í hádeginu og seriós á kvöldin. Mér er sagt að þegja meðan fréttatíminn er. Súrmjólk í hádeginu og seriós á kvöldin. Mamma er svo stressuð mest á sjálfri sér. Þetta geðveikt lag! Þú veist það líka geðveikt lag, fundastöri. Þetta sýnir bara svona blákaldan íslenskan raunveruleika. Já, að sumir sé bara í verri aðstæðum en aðrir og hvað það er mikið látið yfir mann ganga í lífi. Já, það var nokkuð ljóst að krakkin í þessu lagi býr ekkert í Garðabænum. Já, en ég meina, lífið er bara svona skrítið. Það get ekki alltaf búið í Garðabænum. Já, ég meina það get ekki alltaf verið eins og Sunneva. Já, svona fögur lítil disco-dís. Hún er svona eins og Candice. Candice. Já, en það get ekki heldur allir verið eins og þú. Söngurinn er silkið mjúk, sjáðu bara þennan búk, instant klassík. Allt á réttum stað, út fagurt, út fríð, út bara alveg glamur gúmmela. Já, svona er þetta bara. Það get ekki alltaf verið gorgeous, svona. Já, þú ert bara eins og þú ert, hvernig þú verið eitthvað annað. En þó það get ekki að vera gorgeous, eru svona hlutir sem maður jafnstiga í. Já, algjörlega, það eru sumir hlutir sem eiga að vera heilagir. Frelsi einstaklingsins er eitt af þeim.
Og þó við getum ekki öll verið gorgeous, þá á það að vera sjálfsagði réttur okkar að velja hvað við fáum okkur í hádegismat. Og ef mér langar í súrmjólk, af hverju á Baldvin þá eitthvað að geta bannað mér það? Baldvin, þú ert sadist. Kalli, þú ert flottur. Hvað er alveg málið með afa? Hún er bara ömurleg. En samt sagði Baldvin hún var ekki að góð. Baldvin, þú fáið því. Ok, Vitti er núna að lýsa því. Ok, Kalli, á pabbi þinn ekki mjólkursamsökunum? Baldvin sagðist að hafa googlað mig. Baldvin, ég googlaði þig og það fyrsta sem kom upp var myndaðið þér í kjól. Hvað varstu að gera í kjól, Baldvin? Baldvin sagði þér að prestur og útskýra margt og hún skulle ég hægt að spyrja okkur alltaf að viðgæða þessum börnum. Hei, Kjartan, veistu hvað ég líkt með að drakka jarðarberjasúrmjólk og steikja stelpu á túr? Þú veist aldrei hvenær kekkirnir koma. Heyrðu, pæling, ekki spurningar og svar? Þú veist svara á svona... Já, ég meina, Ok? af hverju er hárið á Baldvin alltaf blautt? Ég held að það ekki verið Þú ert að svara í næstu ræði. Ég, bara, það var Sunnaði mér sér þetta leiða. já, ýmsa vangaveltur í gangi í þessari keppni. Sko, hvað er málið með Baldur? Baldur, ég stal tölvunni þinni. Ég veit ekki alveg hvernig það er að skrifa svar svo. Ég hef pínu áhyggjur að þig. Og af því kemur til borðinu er það ekki segint og sorgjum. Lokaord. Ég er samt full af voningar spurningar og sal. Það er helmingurinn á svarabakkanum okkar. Já. Ok. Það er alveg góðu gestir. Að vera með súrmjólk er þegar súrmjólkin fylgir þér og þú fylgir henni á einhverju ákveðnu tímabili. Þetta tímabili getur verið mislangt, það getur verið örstutt, svo getur það líka verið mjög langt og náðu verið heilt hádegi. Í hádeginu getur þú gert ýmislegt. Þú getur til dæmis lagst niður og horft á sjónvarpið. Þá er ekki heppilegt að vera með súrmjólk. Þá ertu að leggjast með súrmjólk. Það er mjög erfitt að neita matar liggjandi og það er líka bara ekkert sniðugt. Súrmjólkin getur líka sullast í sófann eða yfir þig sjálfan. Það er ótrúlega leiðilegt að vera með mjólkurafurðir í fötunum. Það er líka gett vandræðilegt eða karlmaður að vera með hvíta bletti í fötunum og allir vinir þínir eru eftir að stríða þér. Þú getur farið í bíó í hádeginu. Í bíó er almennt ekki hefð fyrir því að vera með súrmjólk. Í bíó fái fólk sér frekar popp og kók og kannski smá lakkrís. Það er frekar skrítið að vera með súrmjólk þegar maður skellir sér í bíó. Og maður fæ sér alveg popp og kók þó að sé hádegi. Þú getur farið á verðbréfamarkaði í hádeginu. Flestir verðbréfamarkaðir opna á morgnana og loka ekki fyrir síðdegis. Fæstir verðbréfamarkaðir í heiminum loka í hádegi. Þeir einu sem loka er í Asíu. Í Asíu er engin súrmjólk. Þá getur ekki verið með súrmjólk í hádeginu. Á verðbréfamarkaðum er fólk í jakkafötum. Það er frekar mikið stílbrot að vera með súrmjólk ef þú ert í jakkafötum. Þú ert miklu meira töff ef þú ert með vatnsflösku með súrmjólkinni. Nei, í jakkafötum sko. Þú getur farið á siglingu í hádeginu. Ölduhæðin getur verið misjöfn. Ef ölduhæðin er mikil getur reist erfitt að vera með súrmjólk. Sérstaklega með súrmjólkinni úr ferðinni og eru í skál. Ef ölduhæðin er lág og jafnvel engin er ágætt að vera á móti súrmjólk. Það gerir hann hraustan. Á sjónum verður maður að vera hraustan. Hjalti? Nei, pabbi var ekki mjólk í samfélum með því. Kæri gestir. Ég álít mig ekkert sem listamann. Ég er garðbæðingur. Og ég var alltaf fundið fyrir miklu fordómum fyrir mínu bæjarlíf og þeim sem þar búið. Í Garðabæ búa allar gerðir fólks, bæði þeir sem gera grín að öðrum og þeir sem koma vel fram við náungan. Alltaf þegar ég ætla að bjóða félögum mínum í heimsókn, þá svara einhvern veginn svona: Æ, mér finnst þú rosalega fínn gaur og bara nokkuð skemmtilegur. En því miður, ég nenni ekki upp í Garðabæ. Garðabær er svo langt í burtu, ekkert persónulegt. En það er bara ekki rétt, Garðabær er ekkert langt í burtu. Garðabær er miðsvæðis. Ég og Baldvin komum úr Garðabæ og búum við í sömu götu.